Góði gestir, ég vil fyrir hönd Landsvirkjunar bjóða ykkur velkomin í dag hérna á haustfund Landsvirkjunar sem í ár haldinn undir yfirskriftinni Endurnýjanleg orka verðmætari. Það hefur orðið mikil vitundarvakning í heiminum verðmæti endurnýjanlegrar orku á síðustu áratugum sem við finnum svo sannarlega fyrir og hefur aukið mikilvægi og verðmæti endurnýjanlegrar orku. En þegar við Íslendingar byrjuðum að nýta þessar okkar frábæru auðlindir þá var það ekki að því við sáum fyrir að þetta heimurinn myndi þróa svona og þetta yrði svona málanna í heiminum, heldur var þetta brýnni nauðsyn til þess að geta lifað í þessu landi. Sú uppbygging hefur hins vegar orðið okkur mjög farsæleg sem við höfum komið inn á og er að hafa mikil áhrif á okkar samfélag. Í dag munu fjölmargir starfsmenn Landsvirkjunar fjalla mikilvæg málefni sem úr rekstri fyrirtækisins sem að við teljum áhugavert til að deila með ykkur. En áður ég byrja á því að áður þeir hleypið þeim að þá ætla ég aðeins að fjalla hlutverk Landsvirkjunar, hvernig okkur gengur að uppfylla það, fjárhagslega stöðu fyrirtækisins og einnig svona framlag okkar til loftslagsmála sem við teljum vera afar mikilvægt sem hluta af okkar rekstri. En ef við byrjum aðeins að horfa út fyrir landsteinana og horfum á svona orkuvinnsluna í heiminum, að þá er árið 2014, þetta sem tölur frá Alþjóða orkumálastofnuninni, þá er heimurinn fyrst og fremst að nota jarðefnaeldsneyti ennþá, þrátt fyrir að þessi vakning hafi orðið. Og svona horfurnar til 2040 samkvæmt Alþjóða orkumálastofnuninni er að það mun verða mest aukning í endurnýjanlegri orku, en samt ekki nægjanlega og þeir eru að hvetja mjög til þess að þetta verði gert meira til þess að við náum að berjast við loftslagsmálin. En endurnýjanleg orka mun samkvæmt spánum svona aukast úr 15 upp í 20%. En á sama tíma er orkunotkunin í heiminum að aukast 30%. En staða Ísland er á margan hátt einstök, að meðan að heimurinn er með 15% endurnýjanlegri orku og 85% jarðefnaeldsneyti, þá erum við með 85% endurnýjanlegri orku, sem að hjálpar okkur á margan hátt, til dæmis gera það að verkum að við stöndum ekki frammi fyrir því að þurfa að ráðast í gríðarlegar fjárfestingar til þess að umbreyta okkar orkukerfi, af því að við eigum orkukerfið sem að allar þjóðir eru að stefna að. Þessi nýting hefur haft líka mikil jákvæð áhrif á heimili í landinu og það var gerð greining af samtökum atvinnulífsins á síðasta ári fyrir Samorku og það var mat hagfræðisviðs samtaka atvinnulífsins að árlegur ávinningur heimila af bæði ódýrri hitaveitu og raforku var á bilinu 50 til 100 milljarðar. Þannig að ávinningurinn af þessu sem við höfum nú þegar, bæði með því að við þurfum ekki að ráðast þessar miklu fjárfestingar sem aðrir þurfa að gera og þessi ávinningur sem heimilin hafa er mjög mikill. En við náttúrulega erum fyrst og fremst í Landsvirkjun að selja stórnotendum og það skiptir því miklu máli líka hvaða arð við sköpum. Því við erum að selja 80% af okkar raforkusölu til þeirra. Og hvernig gengur okkur þar? Hvert er hlutverk Landsvirkjunar? Það er alveg skýrt, það er að hámarka afrakstur af þeim orkulindur sem fyrirtækið trúa fyrir með sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Og í erindunum hér á eftir munu starfsmennirnir fjalla heilmikið bæði sjálfbæra nýtingu og hagkvæmni, hvernig við rekum okkar fyrirtæki. En ég ætla aðeins að skoða verðmætasköpun, hvað verðmætasköpun er í fyrirtækinu. Fjármunamyndun fyrirtækisins hefur undanfarið ár verið að styrkjast og er í raun og veru bara mjög sterk. Á undanförnum 7 árum þá hefur fjármunamyndunin eða þeir fjármunir sem verða eftir hjá okkur eftir að við erum búin að borga allan rekstur og öll gjöld í fyrirtækinu, þá hafa það verið 200 milljarðar. Við höfum nýtt 100 milljarðar til að lækka skuldir og aðra 100 milljarðar eða 90 milljarðar til þess að byggja upp nýjar virkjanir sem eru nú að koma í rekstur. Þannig að fyrirtæki byggir á traustum grunni en okkar eitt helsta markmið að bæta reksturinn er að sjálfsögðu eins og við öllum öðrum fyrirtækjum að fá gott verð fyrir þessa dýrmætu vöru sem við eigum og það er hvað raforkuverð við náum að semja við okkar viðskiptavini. Það er fyrst mikilvægt að hafa í huga það að við erum að vinna á alþjóðlegum markaði, þannig að við erum að vinna í sterku samkeppnisumhverfi. Við höfum lagt áherslu á það að endursemja við stórnotendur og það hefur gengið vel og það má segja það eru bara ákveðin þáttarskil með raforkulögunum 2004, þeir samningar sem voru gerðir í gamla tímanum, þeir samningar sem verið gerðir í nýja tímanum og það er mjög ánægilegt að segja það að það raforkuverð sem við erum að fá í endursamningum og nýjum samningum er sambarilegt og gerist annars staðar. Í löndum sem við viljum bera okkur saman við eins og Noreg og Kanada, okkar viðsemjendur kvarta jafnvel undan því að það sé hægt að fá ódýrara erlendis
Við erum í raun og veru bara mjög ánægð með það. Við erum stolt af því að við getum þrátt fyrir einangrun landsins samið verð sem stenst alþjóðlegan samanburð, bæði hvað að bjóða samkeppnisverð og að skapa arð fyrir okkar viðskiptavini. En það hins vegar mikilvægt að á sama tíma og þessi þróun hefur verið á stórnotendamarkaðnum, þá hefur raforkuverð til heimila ekki hækkað umfram verðlag. Það hefur svona varla haldið í verðlag á þessu tímabili. En þetta og ýmislegt annars við erum að gera hefur það gert að arðsemi fyrirtækis að aukast og mun aukast. Og þetta eru svona tölundir sem sáuð áfram, það er búið að draga hana saman þessar 200 milljarða, hvernig þeir voru notaðir á síðustu 7 árum í fjárfestingu og lækkun skulda og arðgreiðslur upp á 8 milljarða. Við erum búin að leggja inn ýmislegt með endursamningum eins og við komin á áðan, með nýjum virkjunum sem að koma núna í rekstur á þessu ári og næsta ári. Á sama tíma skuldir aukast ekki, þannig að virkjanir eru raun greiddar út úr rekstri. Við höfum líka verið að leggja áherslu á að bæta nýtingu raforkukerfisins og við munum heyra það í erindum Úlfars og Ásbjargar eftir hvernig við erum að gera það. Við erum að ná aukinni sölu. Það ekki uppsöfnuð fjárfestingarþörf í fyrirtækinu, viðhaldsþörf. Við höfum lagt mikla áherslu á það, jafnvel eftir hrunið, að sinna viðhaldi mjög vel, enda borgar það sig yfirleitt ekki í svona rekstri að fresta viðhaldi. Og svo erum við að sjá lækkun fjármagnskostnað. Þetta gerir þetta verkum að fjármunamyndunum sem verður á næstu árum verður mun sterkari, sem gefur okkur kleift samhliða því að fjárfesta áfram og halda áfram að lækka skuldir. Þá getum við, ef að eigandi okkur óskar þess, auki skuldirnar, og við höfum sagt það á þessu tímabili 2020-2026, þá getur þær aukist í 110 milljarða. Við teljum að arðgreiðslurnar geta byrjað að aukast á næsta ári, en síðan mikilvægt að gerist í skrefum þangað til að ná svona fullum þunga árið 2020. Til þess að mæta þessari styðja við rekstur fyrirtækis, þá erum við líka að auka afkastagetuna til að mæta eftirspurn vegna nýrra viðskiptavina, vegna hagvaxtar í hagkerfinu, vegna orkuskipta. Og við munum heyra frá verkefninu Þeistareykir sem Valur mun segja okkur frá eftir, þar sem við erum að fara í jarðvarmavirkjun og nýju svæði. Við erum mjög meðvituð það þegar við förum inn á nýtt svæði, að reyna að raska sem minnst og þeirra ábyrgð sem fylgir að fara inn á svæði, en óhjákvæmilegt að okkar framkvæmdum fylgir alltaf þó nokkuð eða mikið rask. En svona meginstefna okkar það að nýta vel þau svæði sem við höfum nú þegar farið inn á, og það í samræmi við hlutverk okkar að hámarka afraksturinn af þeim orkulindum sem okkur trúað fyrir. Að þá þarf að nýta svæðin vel. Dæmi það Þjórsársvæðið, þar sem að árið 2014 við byggðum Búðarháls sem mjög mikið að nýta sér innviði Þjórsársvæðisins, og núna Búrfell sem erum að byggja núna og mun koma í rekstur á næsta ári. Kosturinn við að gera þetta, þó ég endurtek það að með þessu ég ekki að segja að þessu lítil umhverfisáhrif af þessum verkefnum. Það alltaf mikil umhverfisáhrif. En þessi verkefni, ef við horfum á vatnsaflsvirkjunarkerfin, þá mestu áhrifin af vatnsaflsvirkjunum eru stóru uppistöðulónin, þar sem við söfnum vatni yfir sumarið og nýtum við veturinn. Það flutningskerfið sem þarf að ná í raforkuna, og það eru innviðirnir. Þetta eru svona stóru áhrifaþættirnir af vatnsaflsvirkjunum. Í þessum svæðum, þessum virkjunum tveimur, Búrfell og Búðar, þá erum við í raun og veru að nýta núverandi kerfi. Við erum að nýta uppistöðulónin, nýta flutningskerfi og nýta innviðina. Þannig áhrifin verða minni heldur en ella. Næstu verkefni verða að svipuðum toga. Bæði sem eru kannski líklega næstu verkefni hjá okkur eru Hvammur og Blönduveita. Þau eru á sama hátt að nýta innviðina. En við erum hins vegar alveg meðvituð það að Hvammur hins vegar virkjun þar sem við erum að fara að virkja í byggð ef að virkjunni verður, sem eru miklar áskorunir sem fylgja því. En í heild leggjum við mikla áherslu á að vinna vel með þær auðlindir sem við þegar byrjað að nýta áður en við förum inn á ný svæði. Að lokum vil ég koma inn á loftslagsmálin, af því að loftslagsmálin og orkuvinnsla, endurnýjanleg orkugjafa eru nátengd atriði. Fyrst þurfum við sjálfsögðu að hafa í huga að loftslagsmálin eru alþjóðlegt mál. Við megum ekki gleyma því að það losun í heiminum skiptir máli, en síðan hafa löndin skýra ábyrgð. Og ef við skoðum þær skuldbindingar sem við höfum tekið undir, sem að myndin kökurriði sýnir, skipting losun á Íslandi sem innan skuldbindinga Ísland, þannig að stóriðan ekki þar inni, hún inn í ETS-kerfinu sem að virka vel. Að þá sjáum við það að orkuvinnslan þar 60% af losunni. Þetta tengist fyrst og fremst fiskvinnslunni og þetta tengist samgöngum. Við erum búin að rafvæða
sem gera orkuskiptin í raforkuframleiðslu. En við hjá Landsvirkjun sjáum þetta sem eitt mjög mikilvægt hlutverk okkar að sinna þessu verkefni og við gerum það bæði með því að við horfum inn á við ætlum að vera kolefnishlutlaus árið 2030 og það er mjög metnaðarfullt markmið hjá orkufyrirtæki sem að orkufyrirtæki ber yfir ábyrgð á mesta losuninni. En Ragnheiður mun segja okkur eftir frá hvernig við höfum skýrt markmið, hvað við ætlum að ná því 2030. Við ætlum að styðja við orkuskipti á Íslandi eins og við höfum að gera í fiskimjölsbræðslunum og munum gera með því að styðja við samgöngunar. Það þarf bæði orku og afl til að geta sinnt þessum orkuskiptum. Og síðan viljum við líka stuðla því að nýta íslenska þekkingu og endurnýjanlega orku til þess að berjast við þetta annars staðar en á Íslandi. En við munum koma inn á ýmis verkefni sem tengjast þessu og hér á eftir munum taka við og segja frá hvernig við erum að bregðast við þessu og hvernig við erum bæði að nýta tækifæri og þeirra ógnanir sem eru þar. Þannig Úlfar Linnet mun koma og segja okkur núna frá því hvernig við erum að vinna með áhrif loftslagsmála á bráðnun jökla, hvaða áhrifin eru og hvernig við bregðumst við því. Og svo mun Ásbjörg segja okkur frá mjög áhugaverðu verkefni sem er bygging Búrfellsvirkjunar 2, þar sem við erum að nýta orkuna betur í samræmi með hlutverk okkar. Úlfar, gjörðu svo vel. Sæl öllsömmul. Allar stærstu vatnsaflsvirkjanir á Íslandi þær fá kraft sinn úr jökulánum. Og þess vegna hefur Landsvirkjun í rannsóknum ekki einungis horft í árnar heldur líka alla áhrifaþætti rennslis og starfað með Háskóla Íslands og Veðurstofunni að jöklarannsóknum áratugi. Þetta eru mjög víðfeðmar og umfangsmiklar rannsóknir en raun og veru einn einfaldur þáttur sem svolítið lykilatriði og það er einfaldlega að fylgjast með því hvort jöklarnir sé að stækka eða hvort þeir sé að minnka. Í mjög einföldu máli má segja að það fellur mikil úrkoma á jökla og stór hluti hennar sem snjór að vetri til. Og það er síðan raun og veru veðurfar næsta sumars sem að stýri því hver þróun jökulsins er. Og í köldum árum þá er það þannig að það er meiri snjór sem safnast á jökulinn heldur en rennur af honum sem vatn á sumri til og jökullinn stækkar. Í hlýjum árum þá er þessu öfugt farið. Þá er raun og veru svo að það rennur meira vatn af jöklinum heldur hann að safna í veturinn og jökullinn minnkar. Og niðurstöður mælinga síðastliðna 25 ára á vatnajökli þær krefjast athygli því að það er raun og veru svo að á mælitímabilinu þá er einungis komið 4 sinnum fyrir að vatnajökull hafi stækkað. Það segir að í 21 ári af 25 hefur veðurfar hér verið með því móti að vatnajökull hefur minnkað, tapað massa og gefið frá sér vatn og mælingar á rennsli í ám er skýrt endurspeglar þetta með skýrum hætti og sérstaklega í jökulánum. Og ef maður horfir sem dæmi á rennsli við Kárahnjúka þá er raun þannig að þeim styttar sem við horfum tilbaka, það reiknaði meðalrennsli, þeim hærra er rennslið. Og það er náttúrulega alls ekki þannig að það séu öll ár orðin hárenslisár. Það breytileiki innreynslu hann er mikill. Við fáum ennþá lágrenslisár og hárenslisár. En breytingin sem hefur orðið er svo að meðal árin, þessi ár sem er ekkit sérstök þannig, skera sig ekkit úr, að þau eru bæði tíðari og það er meira vatn sem fylgir þeim. Og meira vatn, það hefur sjálfsögðu mikil áhrif á orkuvinnslu vatnsorkukerfisins. Og staðan í dag er sú að virkjunarkerfi Landsvirkjunar getur unnið 800 gígavastundum meiri orku heldur en áður var talið vegna aukins rennslis árlega og þetta þýðir að þetta er sambærilegt og við 100 megavatta virkjun. Þannig að þetta er gríðarlega mikil áhrif og til þess að skilja betur það sem var í gangi þá har Landsvirkjun tekið þátt í fjölda rannsóknarverkefna. Og í lok verkefnisins Climate and Energy Systems þá var gert heildstætt mat á því hvernig loftslagsáhrif myndi hafa áhrif á raforkukerfi í Skandinavíu. Og niðurstöðurnar fyrir Ísland þær voru mjög áhugaverðar því að árið 2050 þá mun kerfið geta unnið 750 gígavastundum meiri orku heldur að gera í dag. En hitt sem kom í ljós var að virkjanirnar hafi raun og ekki nægt afl til þess að taka við allri aukningunni því að möguleikin er 1500 gígavastundir, helmingi stærri.
Og þegar horft tilbaka þá það alltaf verið mikið framherrensli í íslenska kerfinu. Og það mun halda áfram að vera svo, að minnsta kosti að meðan að raforkukerfið ekki tengt við önnur lönd eða einhverjar stórkostlegar tæknibreytingar verða. En hins vegar þá það sem maður þarf að hugleiða að ef að spár loftslagsvísindamanna rætast, að þá mun þetta framherrensli aukast ef ekkert að gert. Og Landsvirkjun hefur því verið að vinna fjölda verkefna til þess að bregðast við þessum breytingum. Eitt einfalt verkefni hreinlega að spá betur fyrir rennsli, þannig að þetta selja orkuna áður en hún rennur á yfirfalli. En hinn verkefnin, sem talsvert stærri, þau fást við það að breyta virkjanakerfinu. Og hún Ásbjörg, samstarfskona mín, hún ætlar að koma og segja ykkur betur frá því. Hún segir ykkur frá stækkun Búrfells. Takk hérlega fyrir. Takk. Já, takk Úlfar. Vissu þið að fyrir 100 árum síðan komu fram fyrstu hugmyndir að virkja vatnsafl í Þjórsá. Þá bentu sérfræðingar á vegum Títanfélagsins á að það væri kjöraðstæður til að virkja vatnsafl Þjórsár við rætur Búrfells og lögðu þeir fram þessa tillögu að hönnun þeirrar virkjunar. En það var því miður ekkert þau áform og það var ekki fyrr en eftir 1960 að Þjórsá var í fyrsta sinn virkjuð. Fyrir valinu var staðsetning núverandi Búrfellsstöðvar undir rætur Sámsstaða Múla og sú virkjun í dag 50 árum síðar að framleiða fyrir okkur 2300 gigawattstundir á ári. Þráttur að vera svo afkastamikil að þá eru aðstæður eins og Úlfar kom inn á orðnar þannig í dag að rennslið Þjórsár það mikið að yfir ákveðinn tíma ársins eða yfir sumartíman að þá nær Búrfellsstöð ekki að anna öllu þessu rennsli og 14% rennur framhjá Búrfellsstöð ónýtt og þetta samsvarar 410 gigawattstundum á ári. Þetta var hvatning til okkar að nýta betur auðlind Þjórsár þetta svæði með því að auka við aflgetuna. Ákveðið var að gera það með því að byggja nýja virkjun þarna rétt fyrir innan Búrfellsstöð sem myndi nýta þetta framhjárennsli að stórum hluta. Sú virkjun verður með uppsetta eina 100 megawatta vél sem áætlað að muni framleiða 300 gigawattstundir á ári. Stækkun Búrfellsvirkjunar að mörgu leyti einstök framkvæmd. Bæði hún staðsett nákvæmlega þar sem að Títanfélagið sagði fyrir 100 árum síðan að væri alveg kjöraðstæður til að virkja vatnsafl Þjórsár. En einmitt á þessum stað þá náum við að samnýta marga af þeim innviðum sem fyrir Búrfellsstöð. Það þurfti til dæmis ekki að byggja nýja stíflu og það þurfti ekki að mynda nýtt lón af því að við erum að nýta sama uppistöðulón, Bjarnalón og Búrfellsstöð notar í dag. Það sem meira að þá flutningskerfi frá þessu svæði það sterkt að þessi viðbótar orkuframleiðsla rúmast fyrir innan þess flutningskerfis og því var ekki þörf á því að reisa nýja flutningslínur eða byggja nýtt tengivirki. Með þessu móti röskun á umhverfi haldið í algjöru lágmarki. Fyrir Landsvirkjun það afar mikilvægt að allar okkar virkjanir séu unnar í góðri sátt við nærsamfélagið og af nærgætni við umhverfið. Og við ákváðum því að gera enn betur. Aðstæður á þessum stað eru þannig að stöðin hefði skilað jafnmikilli orkugetu hvort sem hún hefði verið staðsett ofanjarðar eða neðanjarðar og kostar svona næstu því það sama upp á krónu tölu. Við ákváðum því að þessi stöð skyldi staðsett neðanjarðar og þetta fallega umhverfi þarna við Búrfell fengi þannig áfram að njóta sín án sýnilegra mannvirkja ofanjarðarstöðvar. En neðanjarðarframkvæmdum fylgja vissulega ákveðnar áskoranir. Sérstaklega getur verið óvissa tengt neðanjarðarjarðvinnu og slíkt og ákveðnar hættur fylgja því auðvitað að vinna í svona rýmum sem neðanjarðarvirkjun En öryggismál eru ávallt í forgrunni allrar þeirrar vinnu sem við framkvæmum þar. Og með samstilltu átaki allra sem að verkinu koma, þá tekst okkur að
vinna auðvitað því að allir starfsmenn í lok hvers vinnudags komi heilir heim. Þegar við hófum þessar framkvæmdir í apríl 2016 þá leit svæðið svona út. Og víða mátti sjá ummerki það að við vorum ekki fyrsta teymið til þess að mæta á svæðið og hefja þarna framkvæmdir. Málið er að upp úr 1980 þá lagði Landsvirkjun af stað í framkvæmdir þarna og nokkur sumur að þá var ýmislegt gert og meðal annars þá var fjarlægður jarðvegur úr þarna fyrirhugum frárennsliskurði sem nemur alveg 1,4 milljónum rúmmetra og auk ýmislegt annars. En svo árið 1994 þá voru bara aðstæður breyttar og þetta verkefni var sett í biðstöðu. Og í biðstöðu var það þar til að við mættum þarna aftur á svæðið í apríl 2016 með nýjar skóflur. Samspil allra þessara þátta var áhrifavaldur í því að Skipulagsstofnun mat það sem svo að þessar framkvæmdir voru ekki líklegar til þess að valda miklu raski á umhverfinu og því þurftum við ekki að fara í gegnum hefðbundið mat á umhverfisáhrifum. Þessa dagana eru framkvæmdir á algjöru hámarki. Á Verstar starfa nú 190 manns frá 16 þjóðernum, en tæplega helmingur þeirra eru Íslendingar. Langflestir starfsmenn koma frá byggingaverktakanum IAF Marti, en þarna eru einnig stóru hópar frá véla- og rafbúnaðarframleiðendunum Andritz, stálframleiðendunum DSD Null, auk framkvæmda eftirlitsteymis frá verkfræðistofunni Mannvits og einhverjir séu nefndir. Upp er risið heilt þorp fyrir þessa starfsmenn, fullbúið með svefnaðstöðu og skrifstofaðstöðu og mötuneytum og slíku, auk sjúkraskýlis. En þarna er hjúkrunarfræðingur með fasta viðveru allan sólarhringinn alla daga vikunar. Til viðbóta við þennan hóp eru fjölmargir aðrir lykilþáttakendur í því að reisa þessa virkjun. Þar má nefna hönnuði og ráðgjafa frá verkfræðistofunni Verkís, auk annarra eftirlits og samráðsaðila svo sem Umhverfisstofnun og Minjastofnun, verkalýðsfélög, lögreglu og fleiri. Verkefnið hefur verið unnið hratt og vel, en áfram eru enn annasamir tímar. Við stefnum að því að gangsetja virkjunina í júní á næsta ári, þá rétt rúmum 2 árum frá því að framkvæmdir hófust. Markmiðið er nefnilega að ná virkjuninni í gang áður en vatnsmagn Þjórsár nær hámarki yfir sumartímann. Einmitt svona erum við að bæta nýtingu auðlindar Þjórsár Búrfellssvæðið. Ekki satt, Ragna? Takk þér fyrir Ásbjörg, takk Úlfar og takk Hörður, komið öll blessuð og sæl. Hvernig hafið það? Aðdáunarvert að þið voru komin hingað, bara hér voru allir sestir 1 mínútu áður en fundurinn átti að hefjast. Mér finnst það nú alveg frábært, gaman að sjá svona marga hérna. En í dag, þessum haustfundi, hann er svolítið óvenjulegur. Fyrsta lagi við erum hérna að mótni til sem er mjög skemmtilegt. En við ákváðum að taka ykkur í ferðalag, segja ykkur frá okkur. En málið er það er frá svo ótrúlega miklu að segja, að við gætum haldið ykkur hérna í allan dag og morgun líka. En við ákváðum að stytta þetta niður í nokkur stutt erindi og auk þess sýna ykkur myndbönd, því sjón er sögu ríkari. Og þannig er að næst þá á dagskrá, það er Einar Matthísen, hann ætlar að tala viðhald aflstöðva og Guðrún Brynleifsdóttir ætlar að tala samspil orku og ferðamennsku. Á undan þeim ætlum við að sýna ykkur myndband Ljósafossvirkjun, en það er nefnilega þannig árið 2017, árið í ár, þar getum við fagnað ýmsum merkum áföngum, þar á meðal að Ljósafossvirkjun er áttræð, mjög göfugur og virðulegur aldur, og þá er það bara spurningin hvernig reiðir henni af og þá kemur inn með þetta með viðhaldi, hvernig er viðhald okkar háttað og svo ef þið hafið eitthvað hlustað útvarpið í sumar, þá hljótið af að heyrt auglýsingu gestastofu okkar í Ljósafossstöð sem er eitt frábært dæmi samspil orkuvinnslu og ferðamennsku. En við skulum byrja á því að horfa á myndbandum Ljósafossstöð.
Reykjavík var að hluta raforkuvædd á þessum tíma og við vorum með kolakyndingu. Við erum að fara í raun og veru frá litlu þorpi í borg bara á nokkrum árum. Ég held að Ljósafossstöð eigi stóran þátt í því. Og með tilkomu hennar þá útrýmist gas til eldunar í Reykjavík á örfáum árum sem náttúrulega gríðarlega umhverfisvænt. Auk þess sem að Reykvíkingar leggja náttúrulega hitaveitu þannig að olíu og öðrum orkugjöfum út fyrir rafmagn og heitt vatn. Og þetta gífurleg bylting líka fyrir allan iðnað. Þetta breytti umhverfinu þannig að það sköpuðust miklu fleiri tækifæri og meiri möguleikar. Og ég held að fólk eigi oft erfitt með að gera sig grein fyrir því hvað hún gerði og hvernig hún bætti lífsgæðin. Ég er fæddur hérna á Öðrubrú. Þetta umhverfi hérna hafði náttúrulega mjög mikil áhrif á okkur. Hér var kringum 100 manna samfélag og mikið af börnum og mjög gaman að alast hérna upp í þessu umhverfi. Ljósafossstöð er búin að framleiða umhverfisvæna raforku í 80 ár núna. Þetta er stöðugt rennsli, vatnið er hreint, ísvandamál eru svona 1–2 dagar á hverjum vetri. Þannig að skilyrðin til þess að reka virkjun hérna eru mjög góð. Þetta er náttúrulega stórmerkilegt að hér er allur vélbúnaður stöðvarinnar upprunalegur. Við erum hérna með rafal alveg ósnertan og óbilaðan og það held ég ekki á dagskránni að gera við það. Það er ekkert á honum. Þessar vélar eru náttúrulega orðnar 80 ára gamlar, þær elstu. Þær hafa svolítið sinn karakter og það þarf að klappa þeim svona á réttu stöðunum til þess að þær gangi sem best og mali. Ég held að Ljósafossstöð sé fallegastu stöð Landsvirkjunar. Þetta er náttúrulega bara sýningarplattform fyrir hvað Landsvirkjun er búin að gera ef maður horfir í kringum sig hérna. Það sem að fúa mýri hérna við hliðina á okkur, það er bara orðið iðagræn tún og skógurinn og náttúrulega nálægðin við þéttbýli líka. Það er mikið kappsmál hjá okkur að reka þessar virkjanir í góðri sátt við náttúruna. Og til marks um það þá megum við samkvæmt virkjanaleyfi sveifla Þingvallavatni töluvert meter. En við höfum sett okkur þær reglur að hafa það aðeins +- 15 cm eða 30 cm í það heila. Við teljum það talsvert betra fyrir umhverfi og náttúru og fyrir lífríki vatnsins. Ljósafossstöð hefur náttúrulega borgað sig upp mörgum sinnum á þessum 80 árum og er núna bara, í rauninni að mala gull fyrir fyrirtækið og ýta undir uppbyggingu annars staðar sem kemur svo til með að skila sér síðan í framtíðinni. Þetta er eins og að koma inn í fallegt hús með sál sem hefur verið sinnt og viðhaldið í þessi 80 ár. Ég hef oft hugsað til þess að þegar ég verði 80 ára, ef ég liti svona út, þá eldist ég vel. Gestastofan sem var opnuð hérna fyrir 2 árum dregur líka þessi heilmikið fólk og opnar í rauninni heim orkunar fyrir ferðamönnum og svo bara Íslendingum sem eigendum Landsvirkjunar. Það er gaman að geta boðið þeim að koma hérna og skoða. Eins og fram kom hér áðan er elsta afstöðin okkar 80 ára og enn í fullu fjöri. Yngsta stöðin er 2 ára og hina þar á milli eins og sést á þessari mynd. En meðalaldurinn er 45 ár. Viðhalds- og endurbóta þörf er því mismunandi allt eftir aldri þeirra og mikilvægi. Við erum með 16 afstöður í rekstri ásamt fjölda veitumannvirkja með samtals 42 vélum sem hver sig hefur sinn karakter. Heildarfjöldi eigna í viðhaldskerfinu sem stendur á baki þessum afstöðum er 29.000 og hver eign, hvert tæki hefur sína kennitölu. Gefnar út og unnar 5.000 verkbeiðnir á ári í tengslu við skoðanir og viðhald. Auk þess er unnin að meðaltali 50 stór viðhalds- og endurbótaverkefni ár hvert. Tiltæki, það er að segja svo tími sem þær geta malað ár hvert, er með því hæsta sem þekkist á heimsvísu. 355 dagar á ári. Já, við erum að tala það að við séum með þær í viðhaldi 8 daga og það séu úti 2 sólarhringa á ári vegna ótiltækis, bilana
eða annað þess háttar. Heildarendurstofnverð afstöðu og veitumannvirkja eru 600 milljarðar íslenskra króna. Árlegu kostnað við skoðanir, viðhald og stærri verkefna er 5,5 milljarður. Strax í upphafi er mikilvægt að huga vel að gæðum við hönnun og byggingu nýrra virkjana. Með öðrum orðum, það skal vanda það sem lengi á að standa. Á rekstratíma má hvergi slá slöku við í vöktun, ástæðismati, viðhaldi og endurbótum ef tryggja á hámarksendingu. Landsvirkjun hefur ætíð verið í fremstu röð orkufyrirtækja varðandi skipulag, framkvæmd, viðhalds og endurnýjunar. Og í gegnum tíðina höfum við komið okkur upp margvíslegum stuðningskerfum til að gera starfsemina bæði árangursríkari og skilvirkari. Má í því sambandi nefna að fyrsta tölvustýrða viðhaldskerfi hjá okkur var tekið upp fyrir 30 árum, aðeins nokkrum árum eftir að PC-tölvur kom á markað. En á öllum sviðum kappkostu við að gera betur. Árið 2013 tókum við síðan upp sérstakt verklag á sviði eignastýringar á grundvelli ISO 55000 staðarsins og innleiddum sérstakt hugbúnaðarkerfi í tengslu við hann. Það eru margir þættir sem áhrif á virðismat og forgangsröðun stærri viðhalds- og endurbótaverkefna. Matið ræðst ekki einungis af hreinum fjárhagslegum þáttum, heldur einnig af öðrum þáttum, eins og hvort bilun einingar getur valdið slysi eða umhverfistjóni. Ávinningur verkefna með endurbætur og endurnýjun er metin út frá þessum 6 þáttum sem við sjáum á skjánum. Á hverjum tíma er það stjórn og framkvæmdastjórn sem setur stefnuna og ákveður á hvaða þætti skuli leggja áherslu á. Já, við höfum varið bil 10 milljörðum króna á síðustu 6 árum til stærri endurbótaverkefna í orkuvirkjum í rekstri. En Landsvirkjun hefur á öllum tímum gætt þess að sinna vel viðhald og endurbótum óháð sveiflum í efnahagslífinu. Enda eru þessi mannvirki á meðal mikilvægustu innviða þjóðfélagsins. Næst á sviðið er Guðrún Ólafía. Takk. Komið sæl. Í dag ætla ég að fjalla samspil, orku og ferðamála. Við hjá Landsvirkjun höfum lagt mikla áherslu á að efla samtalið við ferðaþjónustuna síðustu ár og við teljum að orkuiðnaður og ferðamál geti vel farið saman. Það er áhugavert að velta því fyrir sér hver eru viðhorf erlendra ferðamanna gagnvart endurnýjanlegum orkugjöfum á Íslandi. Fjöldi gesta hafa heimsótt gestastofur Landsvirkjunar síðustu ár og fjöldi þeirra hefur aukist verulega á undanförnum árum. Og við höfum sérstaklega fundið áhuga fyrir hjá erlendum gestum á endurnýjanlegum orkugjöfum. Fjölmargar rannsóknir og kannanir hafa verið gerðar á viðhorfi ferðamanna. En þar má til dæmis nefna viðhorfskönnun sem Gallup framkvæmdi. Markmiðið með könnuninni var að kanna hvort nýting endurnýjanlegra orku hefði neikvæð áhrif á viðhorf ferðamanna og upplifun þeirra á Íslandi. Spurt var, ertu jákvæður eða neikvæður gagnvart endurnýjanlegum orkugjöfum á Íslandi? Niðurstöðurnar voru afgerandi, en 97% erlendra ferðamanna voru jákvæð í garð endurnýjanlegra orkugjafa á Íslandi. Þá svöruðu 3 af hverjum 4, eða 75% töldu að endurnýjanleg orkuvinnsla hafi jákvæð áhrif á upplifun þeirra af íslenskri náttúru. Við spurðum einnig áhuga ferðamanna á að heimsækja virkjanir, en í dag koma 10% erlendra ferðamanna í virkjanir til að kynna sér einstaka orkuframleiðslu Íslendinga. Þessi spurning var fyrst og fremst hugsuð til þess að kanna hvort að ónýtt viðskiptatækifæri væru í orkutengdri ferðaþjónustu. Niðurstaðan er að helmingur ferðamanna hefur áhuga á að heimsækja virkjun í næstu heimsókn sinni. Rannsóknin gaf því sterka vísbendingu jákvætt viðhorf erlendra ferðamanna til endurnýjanlegra orkugjafa og að tækifærin eru fyrir hendi í orkutengdri ferðaþjónustu, sem við höfum áhuga á að þróa með ferðaþjónustuaðilum.
En hver eru áhrifin af mannvirkjum tengd endurnýjanlegum orkugjöfum á upplifun ferðamanna? Landsvirkjun fékk Önnu Dóru Sæþórsdóttur, prófessor hjá Háskóla Íslands, til að vinna að rannsókn. Ákveðið var að skoða dæmi virkjun í rekstri sem í nágrenni við fjölsótta ferðamannaleið yfir hálendið. Niðurstaða könnunar sýnir að langflestir ferðamenn við Blönduvirkjun eru ánægðir með dvöl sína á svæðinu. Meirihluti ferðamanna, eða 89%, finnst svæðið náttúrulegt, en 7% finnst það vera manngert. 92% telur ósnortin víðerni vera hluti af aðdráttarafli svæðisins, þrátt fyrir að þar megi sjá virkjunarmannvirki á borðið lón, stíflur, veituskurði, vegi og raflínur. Í skýrslunni segir að í ljósi þess að virkjunarmannvirkin á Blöndusvæðinu trufli upplifun ferðamanna lítið, megi draga þá ályktun að hönnun þeirra sé góð og þau falli vel að landslaginu. Því mikilvægt að nýjar byggingar og önnur mannvirki utan þéttbýlis hér á landi taki mið af verndun náttúru og falli vel að landslaginu á hverjum stað. Í þessari rannsókn spurðum við líka áhuga ferðamanna að heimsækja gestastofur virkjana. Niðurstaðan var mjög svipuð og þeirri sem kom út úr könnuninni hjá Gallup, en 55% ferðamanna hafa áhuga á að heimsækja gestastofur. Samstarf orkuiðnaðar og ferðaþjónustu hefur gengið vel fram að þessu. Aðgengi og aðstæða sem fylgt hafa orkuframkvæmdum hafa gjarnan komið ferðaþjónustunni til góða, til dæmis eins og Bláa lónið, jarðbyggðin við Mývatn, Friðheimar, svo eitthvað sem nefnt. Og heimsóknir erlendra gesta á þessa staði hafa skipta hundruðum þúsunda á hverju ári. Endurnýjanlegir orkugjafar eru hluti af sterkri ímynd Íslands og það því mikilvægt að nýta tækifærin í orkutengdri ferðaþjónustu og byggja upp ímynd Íslands í heild sinni. Landsvirkjun hefur í gegnum árin tekið á móti gestum og frætt þá endurnýjanlega orkugjafa. Við munum halda áfram að taka á móti gestum og við ætlum að vinna markvisst að því að efla frekar samtalið við ferðaþjónustuna á næstu árum. Takk fyrir mig. Takk ykkur fyrir, Einar og Guðrún. Þetta alveg frábær millitími hérna. Talandi svona áhuga á okkar aflstöðvum, þá ekki úr vegi að fara aðeins yfir sögu Kröflu og sem að fagna líka þeim ákveðnum áfanga í ár, 40, sem nú hérna engin aldur fyrir okkur þau sem eru aðeins komin yfir þann aldur. Finnst okkur það bara að vera mjög ungt. En vissulega, talandi rekstur aflstöðva, þá það frækilegt afrek. En eftir að við erum búin að fræðast Kröflu, þá kemur hingað Valur Knútsson og segir okkur frá Þeistareykjum og Ragnheiður Ólafsdóttir ætlar að segja okkur frá kolefnislausri starfsemi. En umhverfismálin eru þetta mjög mikilvæg þáttur. Gjörðu svo vel. Orkuvandamál Norðlendinga á að vera búið að leysa innan árs en þá mun Kröfluvirkjun hefja rafmagnsframleiðslu ef allar áætlanir standast og þá á byggðalínan svonefnda reyndar einnig að verða fullbúin. Kröfluvirkjun, góðan dag. Krafla á sér stórmerkilega sögu og hún hefst 1975 þegar farið að byggja stöðina. Það vantaði á þeim tíma virkjun hér í þennan landsfjórðung og þá fengum menn þá hugmynd að fara og virkja jarðhitann. Við höfðum reynslu héðan úr Bjarnarflagi, þannig að við vorum ekki alveg að hoppa út í eitthvað sem við þekktum ekki. Starfsmenn Orkustofnunar við Kröflu áttu í nokkrum erfiðleikum í haust við að loka borholu sem skyndilega byrjaði að gjósa. Seinna það ár þá komu Kröflu eldar sem gerðu svona strik í reikninginn varðandi byggingu og framkvæmdir á þeim tíma og sérstaklega gufuöflum. Þetta hérna sem við sjáum, hérna leirhnjúkurinn með ljósa leirnum og það byrjaði að gjósa þar. En annars voru gosin lengra í norður og norður í Gjástykki. Þetta olli verulegum vandamálum hjá okkur við að fá
góða gufu, því kerfið var miklu flóknara heldur við gerðum ráð fyrir í upphafi. Við Kröfluverkefni þá höfum við lært að það skiptir máli að byggja upp Kröflu í smáum skrefum. Fyrst skoðum við og borum kannski holur, skoðum hvað þær eru að gefa og göngum svo rólega áfram. Því það verður að vera þetta samtal í náttúrunni. Við lærum það mjög snemma þegar Kröflueldar byrjuðu. Það þarf ekki endilega að fara í stóra virkjun í byrjun og þarna erum við að setja upp þau sjálfbærni viðmið sem við ætlum að nota til frambúðar við að nýta svæðið. Það er stefna Landsvirkjunar að allt það sem er tekið upp úr jörðinni í tengslum við jarðvarmavirkjun verði sett niður aftur. Rúmlega 80% af öllu skiljuvatni er sett niður í jarðhitageyminn og við erum að vinna til að fá síðustu svona 20% með. Allar þessar rannsóknir hafa verið að skila sér og við erum núna til dæmis að vinna að því að ná jarðhitagösum aftur ofan í jörðina. Þannig að við erum alltaf að hugsa og leita leiða til þess að gera betur og nýta auðlindirnar sem best, sem okkur er treyst fyrir. Ég myndi segja að Krafla er svona vagga jarðhitans á Íslandi. Hún er mjög spræk, hún er á fullu afli í 350 daga á ári, sínum 60 megavöttum. Og það er fullt af búnaði hérna sem er bara búin að snúast í 40 ár og hefur aldrei verið skipt um. Á síðasta ári þá var uppitíminn á búnaðinum var 99,9% sem er mjög hátt. Og hún er að skila sínu í dag og mun skila sínu alveg fram í næstu áratugi. Það er svona búið að gera grín að þessu svolítið þó að Sognsvirkjanir séu orðnar 80 ára gamlar. Þá voru vélarnar í Kröflu búnar að snúast fleiri snúninga. Varðandi þessar gufuvélar, það er atriði númer 1, 2 og 3 að það sé að gufan hún sé hrein. Ef hún fær gott ráefni þá skilar hún góðu líka. Starfsmennir þeir eru mjög stoltir af þessari virkjun og þykja reglulega vænt um hana og þeir vita hvernig að klappa henni og halda henni gangandi. Við höfum öll sem störfum hér mikla taugar til þessara stöðvar. Við erum farin að sjá tækifæri út allt í kringum jarðvarmann og jarðvarminn býður upp á mikla möguleika á fjölnýtingu. Til dæmis hafa jarðböðin og Mývatni vaxið í kringum Bjarnarflagið og Krafla sjálf er orðin geysi vinsæll ferðamannastaður. Það gefur okkur gífurleg tækifæri til þess að vinna með og þróa annan iðnað en orkuvinnslu. Þetta er bara mjög spennandi tímar líka framundan. Komið í sæl. Ég ætla hér að kynna nokkrar áherslur sem tengjast sjálfbærni og hafa reynst okkur vel við framkvæmdina á Þeistareykjum. Og öryggismálin falla hér undir. Á Þeistareykjum rekur Landsvirkjun svokallaða núllslysastefnu en hún miðar að því að allir starfsmenn snúi heilir heim að loknum vinnudegi. Kjarni núllslysastefnunar er að öll slys megi fyrirbyggja. Fræðsla öryggismál og eftirfylgni á framkvæmd þeirra eru lykill að góðum árangri. Allir starfsmenn sem koma til vinnu á Þeistareykjum sitja öryggisnámskeið áður en þeir hefja störf. Með markvissum skráningum á slysum og atvikum sem geta leitt til slysa er varpað ljósi á ástand öryggismála á vinnustaðnum. Og það má geta þess að síðasta fjarvistarslys á Þeistareykjum varð í ágúst 2016. En lengi býr að fyrstu gerð. Frumkvæða uppbyggingu virkjunar á Þeistareykjum kom frá heimamönnum. Landsvirkjun kom fyrsta verkefninu árið 2005 en hefur frá árinu 2011 haft forgöngu undirbúning og framkvæmd þess verkefnis sem nú er í gangi. Frá upphafi var markmið verkefnisins að nýta auðlindir til verðmætasköpunar og auka hagsæld. Strax í upphafi voru samskipti við hagsmunaaðila sett í forgang og þá með áherslu á umhverfismál. Uppgræðsluverkefni var gangsett samhliða undirbúningsframkvæmdunum sem miðaði að því að endurheimta beitaland í stað þess land sem fór undir framkvæmdir. Það verkefni er nú á lokastigi á svipuðum tíma og stöðum fyrir rekstur. Öll uppgræðsla hefur verið unnin í samvinnu við Landgræðsluna, fulltrúa sveitarfélaga og svo náttúrulega Umhverfisstofnun.
Bændur hafa áraraðir nýtt Þeistareykji sem beitaland og á því var engin breyting við framkvæmdina. Þá var efnt til samvinnu við aðila í ferðaþjónustu skipulagningu á ferðamennsku á framkvæmdatímanum þannig að báðir aðilar gæti vel við unnað. Markmiðið var sem sagt að geta unnið saman í sátt. Og við höfum svo leitast við að miðla upplýsingum. Það er alltaf verið að reyna að miðla upplýsingum. Það höfum við gert með opnum fundum en líka með opnum húsum. Við höfum í tvígang boðið gestum og gangandi í heimsókn á Þeistareykji til að fylgjast með framkvæmdum. Fyrst sumarið 2016 og svo aftur nú í byrjun júlí. Yfir 300 manns komu í heimsókn til okkar í hvort skipti og voru gestir á öllum aldri eða á bilinu frá 30 ára til 93 ára. Viðburðir eins og opið hús eru mjög mikilvægir og skapa tækifæri til að hlusta á fólk, eiga við það samtal, átta sig á þeirra væntingum og áhyggjum, ásamt því náttúrulega bara spjalla við það daginn og veginn. Nálgun Landsvirkjunar við uppbyggingu á Þeistareykjum hefur verið varfærin. Rannsóknir á jarðhitasvæðinu á Þeistareykjum teygja sig áratugi aftur í tímann. Við mat á umhverfisáhrifum var miðað við alltaf 200 megavatta virkjun yrði reist á Þeistareykjum, en núverandi verkefni snýst að reisa 90 megavatta virkjun í 2 áföngum. Við upphaf framkvæmda lá fyrir að tiltækt gufuafl jafngilti 58 megavattum, en með viðbótarborunum hefur það nú verið aukið umtalsvert. Umhverfisvöktun hófst samhliða undirbúningsframkvæmdum en hún felst í kortlagningu á grunnástandi náttúruþátta við upphaf framkvæmdana sem síðan notast svo við mat á mögulegum breytingum á byggingatíma og svo áfram upp í gegnum rekstur stöðvarinnar. Þá höfum við lagt mikið á okkur að nýta staðargróður við uppgræðslu á framkvæmdasvæðunum. Öll gróðurþekja sem fjallað hefur verið vegna framkvæmdana hefur verið nýtt beint til að græða upp veggkanta, jarðvegsmannir og bæta útlit á framkvæmdasvæðinu. Og þessi aðgerð ein og sér ásamt endurheimt á beitalandi er okkar stolt í umhverfismálum á Þeistareykjum. En hvar erum við í dag? Jú, uppsetning vélasamstæða 1, hún hófst í ársbyrjun og er henni nú það bil lokið. Vélin er í reynslurekstri og verður afhent fullprófuð til reksturs þann 1. desember. Vélasamstæða 2 kom til landsins í aprílmánuði og nú er unnið að uppsetningu hennar og við áætlum að hún fari fullprófuð í rekstur 1. apríl á næsta ári. Ekki liggja fyrir frekari áætlanir uppbyggingu á Þeistareykjavirkjunar að sinni, en reynsla af rekstri 90 megavatta stöðvar mun verða ein af forsendunum fyrir slíkri ákvörðun. Verkefni okkar sem hafa komið að framkvæmdunum hefur verið að reisa 90 megavatta virkjun með sjálfbæra nýtingu auðlinda, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Það er okkar von að vel hafi tiltekist og afraksturinn megi verða Landsvirkjun góður vitnisburður áherslur í umhverfismálum, öryggismálum sem og varfærna nýtingu auðlindarinnar. Og að því loknu þakka ég fyrir mig og býð Ragnheiði Ólafsdóttur velkomna. Takk. Góðan dag. Mér langar að byrja á árinu 1970 þegar rekstur Búrfellsstöðvar var það bil að hefjast og Hekla fór að gjósa og lagði Þjórsárdal undir ösku. Þá hófust nýbúar við Búrfellsstöð strax handa við að hreinsa ösku af öllum mannvirkjum og í framhaldi var farið í því risastóra verkefni það var að endurheimta landgæði svæðisins með landgræðslu og skógrækt. Það er hins vegar nokkuð ljóst að þau sem þarna voru að verki þau voru ekki að hugsa aðgerðir í loftslagsmálum, en þau hófu samt eiginlegt starf Landsvirkjunar við bindingu á kolefni. Og alla götur síðan þá hefur Landsvirkjun unnið að endurheimt landgæða með landgræðslu og skógrækt, lengst af þó ómeðvituð mikilvægi kolefnisbindingar fyrir andrúmsloftið,
En svo var það upp úr aldamótunum síðustu þegar loftslagsáhrifin urðu svona almennt viðurkenndari að Landsvirkjun markaði sér stefnu í umhverfismálum þar sem lögð var áhersla á að þekkja umhverfisáhrifin af starfseminni og leitast við að draga úr þeim áhrifum. Við tókum einnig þátt í Global Roundtable on Climate Change og í framhaldinu þá fórum við að ígrunda hver væri raunveruleg loftslagsáhrif af orku með endurnýjanlegum orkugjöfum. Það var til þess að við gáfum út árið 2008 fyrsta kolefnisspor fyrirtækisins og þar var sett ótímasett markmið að ná kolefnishlutleysi. Það var svo samhliða loftslagsráðstefnunni í París 2015 að það var ákveðið að við skyldum ná þessu markmiði eigi síðar en 2030. Uppsprettur losunar í Landsvirkjun í meginatriðum þríþætt. Það í fyrsta lagi það er brennsla jarðefnaeldsneytis sem um 2%. Það er hlutfallslega lítið en eigi að síður þá það 1000 tonn af CO2-ígildum og það er svona álíka mikið og 500 skótar eyða á ári eða keyra 15.000 kilometra eða losa á ári. Til þess að draga úr þessari losun þá tökum við virkan þátt í orkuskiptum í samskiptum og við höfum meðal annars sett stefnu að 25% bílaflota fyrirtækisins sé drifið með rafmagni árið 2020. Þá það losunin frá lónum sem 31% af losuninni. Þessi losun var á upphafsárun loftslagssamningsins eða loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna metin samkvæmt alþjóðlegum losunarstuðlum og var þá metin 75.000 tonna á ári. En losunarstuðlarnir þeir byggðu á svona takmörkuðum vísindalegum gögnum og því var ákveðið að setja af stað rannsókn á losun frá lónum hérna á Íslandi og það var gert í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands. Þessar rannsóknir sýndu að losun á lónum í mesta lagi 15.000 tonn, eða lónum Landsvirkjunar í mesta lagi 15.000 tonn á ári, eins og framkemur þarna myndinni. Og nýlega rannsóknir við Háskóla Íslands benda svo til þess að þessi losun sé ef til vill enn minni. Hér það eiginlega hægt að segja að við náðum árangri að draga úr losun með rannsóknum, það með aukinni þekkingu. Stóra máli hjá Landsvirkjun hins vegar útstreymi gróðurhúsalofti eða gasstreymi frá jarðvarmavinnslunni sem á síðasta ári var 35.000 tonn eða 67% af heildarlosun fyrirtækisins. Mat á losun frá jarðvarmavinnslunni hefur verið nokkuð umdeild vegna þess að sú losun náttúrulega hluta til náttúruleg og aukin þekking á þessu sviði, hún hefur ekki beint verið að hjálpa okkur því að rannsóknir sýna nefnilega að gasútstreymið frá jarðvarmanum, það bara svo flókið ferli og það svo ólíkt frá einu stað til annars að miðað við núverandi þekkingu þá erfitt að greina á milli hvað sé náttúrulegt og hvað sé losun af völdum nýtingarinnar. Og því bara eitt að ræða, það að bara halda áfram að gera ráð fyrir að gasútstreymi það sé bara alltaf völdum nýtingarinnar og að rekstraraðilar beri ábyrgð á að takmarka þá losun. Fjórða súlan þessari mynd sýnir svo kolefnisbindingu sem Landsvirkjun hefur staðið fyrir og hún rúmlega 20.000 tonn. Og þá getum við líka reiknað kolefnissporið 2016, það sem sagt heildarlosunin, mínus bindingin og sporið þau 25.000 tonn CO2 ígilda. En þá erum við komin að áætlun Landsvirkjunar kolefnishlutleysi 2030. Á fyrstu súlunni sjáum við þá væntanlega heildarlosun frá starfseminni 2030. Og hér búið að bæta við losun frá mögulegri stækkun virkjuna og frá nýjum jarðvarmavirkjunum. Auk þess sem búið að taka tilliti til samdráttar í losun frá lónum og vegna brunaeldsneytis. En þessi losun getur orðið alltaf 50.000 tonn. Súla nr. 2, hún sýnir yfirlit yfir kolefnisbindingu með landgræðslu og skógrækt og þarna bara verkefni sem orðin að raunveruleika eða búið að semja sem föst í hendi. Og þið sjáið að við reiknum eingöngu með kolefnisbindingu á móti losuninni, kolefnisbindingu með landgræðslu og skógrækt, þá vantar 6.000 tonn upp á að ná markmiðinu kolefnishlutleysi. Við þurfum því að finna lausnir til þess að nýta losunina frá jarðvarmanum á jákvæðan hátt fyrir andrúmsloftið.
Og það getum við gert bæði með til dæmis að dæla gasinu aftur niður í jörðina og nýta þá einhvern hátt til dæmis til eldsneytisframleiðslu eða bara annars konar nýsköpunar. Þessi markmiði munum við ná og við ætlum okkur líka að nýta og binda mun meira en þessi 6.000 tonn. Og því get ég alveg sagt að orkuvinnslan hjá Landsvirkjun mun í framtíðinni binda meira kolefni en hún losar. Takk fyrir. Takk ykkur Valur og Ragnheiður. Hvað segið þið? Finnst ykkur þetta ekki fróðlegt? Og það er merkilegt að það sé hægt að pakka þessu inn í þessi stuttu erindi, svona miklum fróðleik. Og þetta hjálpa myndirnar okkur og myndböndin. En hérna, já, eru þið ekki bara, ég var að klappa eins fyrir þeim sem eru búin að tala, bara svona eitt í viðbót. Já, nei, sem aðeins róa okkur hérna. Þetta er ekki alveg búið. Það er ein stöð í viðbót sem að fagnar áfanga í ár. Það er að segja að Fljótsdalsstöð búin að vera starfrækt í 10 ár í ár. Og talandi umhverfismálin, þá er bara vel við hæfi að við skyggnum staðins inn í starfsemi Fljótsdalsstöðvar núna strax á eftir, því að umhverfismálin hafa verið auðvitað mjög áberandi í tengslum við starfrækslu þeirra stöðvar. En eftir að við erum búin að skyggnast inn í Fljótsdalsstöð, þá ætlum við að fara út í heim. Þá ætlum við að athuga hvernig málin liggja alþjóðlega. En eins og þið vitið að þá starfar Landsvirkjun að stórum hluta til á alþjóðlegu markaði. Þannig að það er eins gott að vera vel meðvituð hvað er að gerast þar. En byrjum á því að horfa á myndbandum Fljótsdalsstöð. Gjörðu svo vel. Endurnýjanleg orkuvinnsla, það er orkuvinnsla með endurnýjanlegum auðlindum eins og vatnsafli, jarðvarma og vindi. En sjálfbær orkuvinnsla, það er hvernig þú rekur þessa auðlind. Og það þýðir að við erum ekki bara að huga efnahagslegum ávinningi, heldur líka að samfélaginu, á svæðinu og umhverfinu. Við erum stödd hérna í stöðvarhúshelli Fljótsdalsstöðvar og hérna aftan við okkur eru vélarnar okkar 6 og uppsetta afl þeirra eru 690 megawatt og þetta er náttúrulega klárlega flaggskipið okkar í raforkuframleiðslu. Þessi 10 ár sem við erum búin að vera í rekstri hefur reksturinn bara gengið mjög vel og upp í tíma véla í kringum 97%. Það er mjög gaman að vinna hérna. Það er ekki bara umgengn og það er allt fínt og flott hérna. Það er menn talað sem koma inn heimsókn, það er rosalega hreint inn og fínt og vel gengið og við reynum að halda þannig. Vinnustaðan aldrei betri fólki sem er á honum og hér er bara mjög gott fólk og það er það sem gerir hann vinnustað góðan. Já, margir gera sér ekki grein fyrir því að við erum kílómetr inn í Valþjófsstaðafjalli þar sem að stöðvarhúsið er staðsett, allar vélar. Ég starfaði hérna hjá Arnarfelli upp í Kárahnjúkum. Það sem hefur breyst er aðalega umhverfið. Það er alltaf búið að græða upp í kringum öll mannvirki þar sem áður var grjót og möl og hólur á hæðir og jafna út og fella meira inn í umhverfið. Það er alveg ljóst að þessi framkvæmd, hún breytti rosalega miklu hérna. Meginverkefni mín hér í Fljótsdalsstöð snúað umhverfismálum og sem dæmi umhverfismál þá eru það til dæmis áföll upp við Hálslón og við verðum að passa mjög vel upp á gróðurinn, að hann skemmist ekki. Það eru gríðarlega mikil uppgræðsla sem við höfum staðið að. Við erum búin að vera að vakta lífríki hérna í það bil 10 ára tímabil og það er að safna skífulegt magn af upplýsingum sem hægt er að nýta til þess að skilja betur þróunina, ekki bara lífríkisins, heldur líka samfélagsins á svæðinu. Þar erum við með ýmsa málaflokka. Það eru til dæmis bara íbúaþróun, samfélagsmál, það er grunnvatnið og það eru rennsli í ánum og reynda að kortleggja það hvaða áhrif þessi stóra framkvæmd myndi hafa á samfélagin, umhverfið hér fyrir austan. Síðan er það bara samskipti við fólk á svæðinu. Við viljum eiga gott samtal við fólk og málið er nú bara það að samskipti sem við eigum, þau eru mjög jákvæð og góð við alla aðila, get ég sagt.
Orkuvinnsla með endurnýjanlegum orkugjöfum er mikið framlag til loftslagsmála í heiminum. Ef við erum að taka orkuvinnslu með kolum eða olíu, þá er þetta á bilinu frá kannski 700-800 yfir 1000 grömm CO2 ígildi á kílóvattstund. Hér í Fljótsdalsstöð er kolefnisspor einungis 1,5 grömm á kílóvattstund. Og ég held að það sé bara mjög erfitt að finna nokkur staðar í heiminum eins lágt kolefnisspor fyrir orkuvinnslu. Nú er þetta orðin 10 ára saga og ég held að sé alveg hægt að segja það að reksturinn hefur gengið mjög vel. Hvort við erum að horfa með tilliti til framleiðslu á rafmagni eða öðrum þáttum sem tengjast rekstrinum. Kárahnjúkavirkjun var auðvitað mjög stór framkvæmd sem hafði mikil áhrif á umhverfið en einnig á samfélagið hér í kring. Það gekk á ýmsu hérna og það sem við erum að gera núna, þá byggjum við á reynslunni héðan. Við höfum lært að við getum unnið svo óendanlega miklu betur, af því við vitum að við getum alltaf gert betur og betur. Góðan daginn. Það kom fram hérna fyrr í morgun að loftslagsmál og orkumál er í raun nátengd. Loftslagsmál og raforkumál er ekki síður nátengd. Það er þannig að raforkuvinnsla á heimsvísu stendur að baki það bil 40% losunar koldíoxíðs. Hver er ástæðan? Ástæðan er sú að það bil 2/3 raforku á heimsvísu kemur frá kolum og gasi. Það er því ekki skrítið að raforkumál er í rauninni brennidepli í loftslagsaðgerðum allan heim. Það góða í þessu er að við eigum tæknina. Við eigum tæknina til að berjast gegn þessu og sú tækni er endurnýjanleg orka. En eins og grafið hérna á bak mig sýnir, þá er losun koldíoxíðs, ef notast við endurnýjanleg orku til raforkuvinnslu, hverfandi í samanburði við kol og gas, hina stóru orkugjafana. Vatnsorka er sú tegund af endurnýjanlegri orku sem að losar hvað minnstan koldísýring af öllum þessum mismunandi tæknum. Þetta er tækni sem hefur verið með okkur lengi, hún er vel þekkt og stendur í dag að baki það bil 15% raforkuvinnslu í heiminum. Önnur endurnýjanleg orka, svo sem sólarorka og vindur, er á fleygiferð þessa dagana og sækja hratt á. En það er ekki bara það að við eigum tæknina, heldur er tæknin sífellt að verða hagkvæmari. Sem dæmi sjáum við hérna á bak mig hvernig kostnaður við sólarpanela og vindtúrbínur hefur verið að falla á síðustu árum. Frá 1990 hafa vindtúrbínur fallið það bil 60% í verði og sólarpanelar 90%, sem þýðir þá það að þú fær sólarpanel í dag fyrir það bil 10. hluta þess sem þú þurftir að borga fyrir hann árið 1990. Staðan er svo í dag að endurnýjanleg orka víða heim er orðin ódýrari heldur en hefðbundin kola- og gasorkuvinnsla. Og það er raun þróun sem að fáir gátu séð fyrir, jafnvel bara fyrir örfáum árum. En þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér. Lykillinn að þessari þróun hefur verið mjög sterkur opinber stuðningur árabil. Opinber stuðningur sem hefur leyft þessum iðnaði að vaxa og að taka alveg gífurlegum framförum. En hefur hlutur endurnýjanlegrar orku í raforkuvinnslu aukist? Sjáum við það í tölunum? Svarið er já. Ef við horfum á uppsett afl á heimsvísu í raforkuvinnslu, þá er staðan svo í dag að það bil 1/3 af öllu uppsettu afli er í endurnýjanlegri orku. Í upphafi aldar var þetta hlutfall það bil 1/4, innan við 1/4. Þannig við sjáum þegar í dag að endurnýjanleg orka í raforkuvinnslu er að sækja á. Og ef við horfum fram á veginn,
og miðum bara við þau markmið sem að ríki heims hafa sett sér í loftslagsaðgerðum, þá má í rauninni ætla að fram til 2030 verði 2 af hverjum 3 megavöttum sem að bætast við kerfið í endurnýjanlegri orku. Þetta er mikil breyting og þýðir í rauninni það, ef af verður, ef að markmiðin standa, að árið 2030 verður hlutur endurnýjanlegrar orku í uppsettu afli í heiminum það bil 40%, yfir 40%. En takk eftir því, ég sagði 2 af hverjum 3 megavöttum í endurnýjanlegri orku. Það þýðir á sama tíma það að 1 af hverjum 3 í hefðbundnum orkukostum og þá fyrst og fremst í kolum og gasi. En það er einmitt ástæða þess að Alþjóða orkumálastofnunin, sem ég hef mikið verið að vitna til hérna í dag, telur að ekki sé nóg að gert. Ekki er nóg að gert ef við ætlum að halda hnattrænni hlýnun innan 2 gráða. Á baku mig hef ég sett upp graf sem að sýnir raun hvernig losun koltvísýrings hefur verið að aukast í raforkuvinnslu frá 1990 fram til dagsins í dag. Ef við skoðum bara þau markmið sem að ríki heims hafa sett sér í dag í loftslagsaðgerðum, er útlit fyrir það að losun koltvísýrings muni haldast nokkuð stöðug næstu áratugi. Ef við hins vegar ætluðum að ná því markmið að halda hnattrænni hlýnun innan 2 gráða, þá þurfum við að draga úr þessari losun. Og það er í rauninni neðri punktalínan sem þið sjáuð á grafinu hér á bak við mig. Þetta þýðir í rauninni það að framtíðarmarkmið sem að ríki heims munu setja sér þurfa að vera enn strangari heldur en þau markmið sem að ríkin hafa sett sér þegar í dag. En hvernig getum við brúað þetta bil frá efri punktalínunni og niður á þá neðri? Það er ljóst og öll líkindi til þess að partur af þeirri lausn, þeim nýju markmiðum, muni felast í orkusparnaði, muni felast í aukinni kjarnorku, muni felast í kolefnisföngun á hefðbundin kola- og gasorkuver. En öll líkindi til þess að endurnýjanleg orka muni spila þar ennþá stærra hlutverk heldur en nú hefur þegar orðið. En það er ekki bara það að þetta komið frá stjórnvöldum, þessi áhersla á endurnýjanleg orku, heldur eru að sjá meira og meira að fyrirtækin eru sjálf að taka þetta upp og leggja þetta áherslu. Og núna ætlar Birna Ósk að koma og segja okkur frá því. Takk. Komið sæl. Já, eins og Þórólfur nefndi þá það ekki bara stjórnvöld sem leggja áherslu á notkun endurnýjanlegra orkugjafa, heldur eru fyrirtækin sjálf og sérstaklega þau sem í beinum samskiptum við neytendur farin að leggja mikla áherslu á þetta líka. Það gerist fyrir örfáum árum síðan að forstjórar nokkra af stærstu fyrirtækjum heims og þekktustu vörumerkjum hittust og stofnuðu með sér samtök. Í þeim samtökum hafa fyrirtækin skuldbundið sig til þess að auka notkun endurnýjanlegra orkugjafa í sínum rekstri og ætla á endanum að nota eingöngu endurnýjanlega orkugjafa. Á þessum örfáa árum, síðan samtökin voru stofnuð, eru fyrirtækin orðin 112. Við gerum ráð fyrir að vöxtur aðildarfélaganna verði jafn hraður hér eftir sem hingað til, því að þetta er í rauninni ekkert annað en góð viðskiptaleg ákvörðun. Við höfum þróast mjög mikið. Neytendur eru farnir að gera kröfu ákveðna hegðun sína birgja. Þeir vilja að fyrirtækin sem þeir eru í viðskiptum við séu að haga sér á ábyrgan hátt og þar eru loftslagsmálin auðvitað risamál. Það er samkeppni, þessi fyrirtæki starfa öll í gríðarlega mikilli samkeppni allan heim og þetta er tækifæri til aðgreiningar. Nú svo auðvitað skapast með þessu bættur rekstur. Fyrirtæki sem nýta meira endurnýjanlega orkugjafa þurfa ekki að greiða umhverfisskatta og þau geta gert mögulega meiri langtímasamninga með meira öryggi í kostnaði fram á við. Og þetta verður til þess að fyrirtækin hafa sett sér þetta markmið að nýta 100% endurnýjanlega orku. Þau gera kröfu til sinna birgja og verktaka það sama og eru farin að nýta þessar áherslur í sinni markaðssetningu.
Hér sjáum við forstjóra Amazon sem einmitt 5. verðmætasta vörumerki í heiminum nota þetta tækifæri þegar hann að vígja nýjan vindlund Amazon til þess að vekja athygli á þessu vörumerki og lyfta því enn frekar upp. Þannig að þetta augljóslega mikið tækifæri. Nú, það eru fleiri svona skemmtileg verkefni sem að hafa birst í þessum áherslum. Meðal annars hefur Greenpeace opnað vefsíðu sem að býður okkur að sjá hvernig svona fyrirtækin sem við eigum öll í samskiptum við eru að haga sér í þessum efnum. Og ef við til dæmis bara skoðum svona afþreyingarfyrirtækin, þá getum við fyrst skoðað hvernig Google Play er að haga sér í sambandi við endurnýjanlega orkugjafa og þar sjáum við að það fyrirtæki fær einkunnina A og er að nota 56% hreina orku. Nú í kringum 30% íslenskra heimila eru í viðskiptum við Netflix og það kemur í ljós að Netflix fær D. Einungis 17% af orkunni sem þau nota er endurnýjanleg. Og þá eru þetta til lausn á síðunni. Við sendum Netflix sem þeirra viðskiptavinir og ábyrgir samfélagsþegnar áskorun að breyta sinni hegðun. Svona virkar þetta. Og þetta er það sem er orðið svo sterkt í dag og skiptir svo miklu máli fyrir fyrirtæki sem eru að reyna að ná til sinna neytenda. Nú við eigum auðvitað líka dæmi hérna frá okkar góðu viðskiptavinum og hérna nefni ég 2 skemmtileg. Í fyrsta lagi þegar BMWF ákvað að koma með hluta af sínum gögnum og geyma þau í gagnaveri Worm Global, þá var sá samningur kynntur þannig að þetta væri tækifæri fyrir BMWF til að minnka sína losun. Það var það sem breyttist hjá þeim þegar þau fluttu með hluta af gögnunum sínum yfir til Íslands þar sem orkan er endurnýjanleg. Nú annað mjög gott dæmi er markaðssetning Rio Tinto á sínu áli undir heitinu Renewal. Því auðvitað er margt mjög umhverfisvænt við álið eins og til dæmis það að ef við setjum ál frekar en stál í bíla þá eru þeir léttari og losa minna. En það er líka það að álið er framleitt úr endurnýjanlegri orku. Þannig að þetta eru augljóslega orðin skýr tækifæri fyrir fyrirtækin til að aðgreina sig. Nú þetta er líka tækifæri fyrir Landsvirkjun því að eins og hefur komið fram hérna áður þá störfum við á alþjóðlegu markaði og við keppum við stór og sterk orkufyrirtæki allan heim framtíðar viðskiptavini. Þessi fyrirtæki eru auðvitað að leita sér að ákveðnum kostum þegar þau velja sér nýjan stað til að reka fyrirtækin sín á. Þarna erum við að tala kjörin, við erum að tala fyrirsjáanleika í samningum, tímalengd og orkuöryggi og ekki síður það hvar er hægt að fá aðgang að endurnýjanlegri orku. Við vitum auðvitað eins og hefur margoft komið fram að eftirspurn eftir orku á Íslandi er umfram framboðið. Og þetta er klárlega einn af þeim þáttum sem ræður því, það er að segja, þessi sérstaða okkar að bjóða 100% endurnýjanlega raforku. Þannig að við stöndum keik á bakvið þessa staðsetningu okkar alþjóðlega að við erum land endurnýjanlegrar orku. Nú ætla Ragnar að koma og taka þetta saman fyrir okkur. Takk fyrir. Takk Þórólfur og Birna Ósk. Það er þannig fyrir okkur sem að störfum í orkugeiranum dag út og daginn og erum alltaf að pæla í orkumálum. Við verðum auðvitað vör við ýmsa strauma og stefnur. Það er ýmislegt að gerast sem að við teljum bara mikilvægt að segja ykkur frá. Og það er eiginlega rammardáltið inn þessa fyrirsögn fundarins. Endurnýjanleg orka er verðmætari. Verðmætari en hvað? Já, til dæmis verðmætari heldur en orka frá óendurnýjanlegum orkugjöfum. Höfum í huga og munum eftir því, orkuvinnsla okkar er að fullu byggð á endurnýjanlegum orkugjöfum. Það er bara alveg ótrúlega merkilegt. Spáið í þetta, hvað ríki, önnur ríki þurfa að kljást við í því að byggja upp endurnýjanlega orkugjafa. Við erum með þetta. En hvað getum við þá bara slakað á? Eigum við bara að láta sem að þetta sé sjálfsagður hlutur? Og við sem að störfum hjá Landsvirkjun, við teljum að við eigum einmitt ekki að gera það. Og við vildum svo gjarnan á þessum fundi einmitt sýna ykkur hvað það er. Hvað er endurnýjanleg orka? Hvað er vatnsafl, hvernig er þetta með jarðvarmann? Við fórum nú reyndar ekki mikið í vindorkuna á þessum fundi en það er vissulega kostur sem er mjög spennandi fyrir okkur.
En það sem við erum að segja við erum í ótrúlega góðum málum þegar kemur að því að við horfum á raforkukerfið okkar og það byggt á endurnýjanlegum orkugjöfum. En við höfum það alltaf að leiðarljósi að við getum gert betur. Við getum gert betur og það getum við gert á tvennan hátt. Við getum notað það sem við eigum og gert betur. Við getum, þið bara heyrðu þarna hvernig þetta var með stækkun Búrfells. Það hægt að nýta betur það sem fyrir Það eru breytingar í umhverfi okkar sem eru merkjanlegar og við höfum ákveðið að vinna vel úr því. Það mikil ábyrgð sem okkur treyst fyrir að vinna orku úr okkar frábæru orkuauðlindum. Síðan það alltaf spurningin, eigum við að bæta við? Eigum við að byggja upp nýja virkjunarkosti og eigum við að gera betur eða byggja upp nýja virkjunarkosti eða að gera hvort tveggja og að sjálfsögðu við teljum að það sé hægt að gera hvort tveggja og að það sé hægt að gera það mjög vel. Hérna sjálfbærni lykilatriði og við þreytumst ekki að hamra á því og við verðum nú að gera það líka í dag. Langtíma stefnumótun, það sem horft á umhverfi, samfélag og efnahag. Við tökum ákvarðanir til langs tíma. Við Íslendingar erum ekkert sérstaklega góð í þessu en við getum gert þetta og við höfum tíma til að gera þetta. Þið sjáuð okkar frábæra orkukerfi sem að byggt á endurnýjanlegum orkugjöfum. Við erum ekki í þessu kapphlaupi sem að önnur ríki eru. Við búum að þeim lúxus að geta sagt, já, ætlum við að bæta við. Og við eigum að taka þessar ákvarðanir að yfirveguðu máli. Og með því að standa skynsamlega málum, að Hörður búinn að lýsa því hvers konar möguleika við höfum að greiða eiganda okkar þjóðinni arð. Þetta eru gífurleg verðmæti og þið horfið á bara eignasafnið, þið horfið á tekjurnar, horfið á það hvaða möguleikar eru fyrir hendi, þá þetta auðvitað alveg frábært. Og síðan það eitt sem okkur langar líka, við erum búin að fara yfir loftslagsmálin í dag. Þetta bara staðurinn það sem að gerast. Og við Íslendingar eigum líka að marka okkur stefnu í loftslagsmálum. Við eigum líka að taka þátt í því og finna til okkar ábyrgðar. Því að loftslagsmálin eru alþjóðleg og við eigum að taka þátt í því í þeirri alþjóðlega áskorun sem felst í því að vinna gegn hlýnun jarðar og sporna við þeim breytingum sem að í aðsigi eru. Nú, en á léttu nótunum, þá það þannig að framtíðin okkar og við eigum að spila vel úr því sem við höfum. Við erum í dag búin að fara yfir margvíslega atriði og ég ætla bara að segja, ég ótrúlega stolt af því fólki sem kom hér og sagði frá því sem það að fást við. Líka fólkinu okkar sem tók þátt í myndböndunum og að sjálfsögðu þetta náttúrulega ekki hægt nema fyrir tilstilli allra sem að vinna í fyrirtækinu og ég ætla bara að leyfa mér hér í dag að segja við erum stolt af okkar fyrirtæki, við erum stolt af því sem við gerum og ég ætla bara að hrósa hér öllum í dag og ég ætla líka að hrósa ykkur, gestir góðir enn og aftur fyrir að koma svona tímanlega og vera svona skynsum en líka bara fyrir að mæta og vilja hlusta á okkur. Og það nú þannig að það nú ekki allir fundir sem að klárast aðeins fyrir tíman. Við vildum náttúrulega kannski klára svolítið fyrir tíman en við höfum þarna nokkra mínútur sem við viljum þá nýta. Við höfum ykkur endilega fá okkur kaffi hérna frammi og við erum ekki með spurningar úr sal að þessu sinni en ykkur gefst kostur á að ræða við okkur hérna frammi. Og við skulum svara ykkur eins og vel við getum og vonandi verðum við ekkert mikið grilluð en allt í lagi, við þolum mikið. En erum við ekki bara öll ánægð með það að fara út í daginn og fá okkur kaffi, spjalla saman og síðan að taka höndu saman og hugsa öllum orkumál allavega til miðnættis. Ég má segja það. Takk kærlega fyrir.